Fjölbreytt félagsstarf óðum að færast í eðlilegt horf í heimsfaraldri eða þannig og við kíktum á skemmtilega tónleika hjá Kvennakór Suðurnesja. Þemað var bíómyndatónlist. Komið með okkur í bíósal Dús Safnahúsa. Jæja, stelpur, hvernig tilfinningin að vera að rigga upp tónleikum hérna? Hún bara geðveik. Við erum búin að bíða eftir þessi 2 ár, við ætlum að halda þessa tónleika fyrir 2 árum. Og við erum búin að æfa og vera dregna tilbaka, við þurfum að aflýsa, draga hljómsveitin inn, æfa með henni, senda það heim aftur. Þannig að þetta búið að vera allt svona í 2 ár. En nú erum við að fara að gera þetta í kvöld. Geðveik. Og hvernig prógrammið? Prógrammið náttúrulega bara dásamlega skemmtilegt. Þetta bara bíómyndatónlist og eitthvað fyrir alla í raun og veru. Og svo hressandi og skemmtilegt. Þetta eiginlega bara stórkostleg tilfinning að loksins fá að fara á svið. Og vera mjög skrítinn tími. Þið búin að vera að æfa þetta þessi 2 ár eða? Já, við vorum eiginlega komnar á það, má segja það. Ef við hefðum ekki getað haldið þetta núna, þá þetta komið gott. Já. En það svo eiginlega svona fullkominn endir að fá náttúrulega að fara á svið með prógrammið sitt. Að við getum ekki verið þakklátari í dag. Nei. Bíómyndatónlist, erum við að tala útlenska bíómyndir eða íslenska bíómyndir? Bæði og, við erum með íslenska líka og þetta svona í bland. Og allt svona þekkt lög sem allir hafa heyrt og bara skemmtileg. Þetta svona svolítið mikið, held ég bara poptónlist svona í gegnum gangandi. Já, svona einstaka klassík, 2 klassísk. Lög af vinsældalistum? Já, bara í gegnum árin sko, í raun og veru. Þannig að já, þetta bara skemmtilegt. Þannig að þið í þessi 2 ár búin að vera að hittast eða hafi ekki þurft að stoppa æfingar? Við erum búin að vera að meina að stoppa heldur en hitt sko. Við náðum að fara í æfingabúðir í Skálholt þarna í febrúar, áður en að var allir skellt í lás, held að við skellt í lás 2 vikur seinna. Og síðan erum við bara búin að vera að reyna, við hefum sungið með grímur, æft með grímur og með 2 metra á milli okkar og allt þetta. Við hefum reynt allt, við hefum verið með æfingar á netinu og Zoom-æfingar sem eru náttúrulega alveg fáránlegar og þú veist, við hefum bara gert allt. Kósturinn sungið þetta inn fyrir okkur og við hlustum heima og þú veist, við hefum búin að gera allt sko. Allt er alltaf svo gangandi, já. En við erum náttúrulega ekki nema helmingurinn á kórnum í kvöld, það náttúrulega bara þetta tekur toll, það þurfti margir að draga sig í hlé en að bíða eftir að við ljúkum þessum svo að þau geti skoppað inn aftur. Já. Hefur COVID dregið úr þáttöku svona hópsins? Gunnar að tala um það? Já, í raun og veru. Það einhverjar og af ýmsum ástæðum, þetta tekur á og sumar bara í þeim aðstæðum að vera með veikindi heima fyrir eða vera bara að passa sig sérstaklega. En kjarnin samt, sá að við höldum allt áfram og þær eru bara eins og Gunnar segir að bíða á kantinum og bara, ef þú ert einu sinni búin að vera í Kvennakórnum þá ertu þar alltaf, sko. Ætlaði mér að spyrja ykkur um það. Það eitthvað stemming að vera í svona hópi, eða ekki? Algjörlega, þetta bara ótrúlega gefandi, og það bara sýnir sig held ég bara best í svona aðstæðum eins og COVID að hvaða slekkur á huganum að geta farið og sungið í 1-2 tíma og þetta ótrúlega heilun sko að vera í þessu, maður gleymir öllu öðru. Þannig náðum maður að segja að gleyma COVID þegar maður komst á æfingar. Þið hafa alltaf sungið og náttúrulega allir kórar í Reykjanesbæ hafa verið að syngja hérna og ljósa og náttúrulega svona, þannig að það fór í burtu og þannig að nú bara komið að því. Nú bara komið að þessu. Þetta bara gerist ekki betra. Við erum ótrúlega spenntar. Verkefnið sannast upp, við erum bara, eiginlega ómikið að gera hjá okkur í vetur. Og verður tekið á því í vetur, núna þegar maður fara að hittast. Já, það ýmislegt á döfinni sko. Nýtt prógramm og ópera og fleira. Ópera og svo nýtt prógramm í vor og jólin og ýmislegt í gangi sko. Eiginlega bara, þetta náttúrulega svolítið auka hjá okkur núna. Þetta auka, bara forsmekkurinn. Þetta forsmekkurinn, já.